Þetta er bara Tímavarp með Tóna og Tótó. Velkomin í Tímavarp með Tóna og Tótó. Ég er að pröfa nýja rytma. Já. Ég er að pröfa. Það er svolítið robotic. Þetta er náttúrulega, þetta er þáttu 10. Þannig að jú, það eru örugglega fólk að hlusta í fyrsta skipti. Já. En ég held að meginhlutin séu gestir að koma aftur. Já. Þannig að við verðum aðeins að shake it up. Change it up. Það er nú bara þannig. Það er Takk að Björg Halldórs á þetta. Þú getur pitch. Já, og svona Lómur. Ef þið eru að hugsa, býtu Björg Halldórs hvað eitthvað, þá er það sérst í næst síðasta þætti, 6 og 9, þá getið þið heyrt þá sögu. Ó, já. Við erum sjálfstæði þættir, en það eru callbacks og svona rauði þræðir og hérna Já. og gaman. Ég var að klára einn muslibar Þannig þannig að þið heyrir mér svona ógeðslega munnhljóð. Ég er að klippa það út samt. En Er hérna þetta ekki bara ACMR? þetta er, herðu, velkomin í Tímavarp með Tóna og Tótó. Og allir hægt að hlusta á þáttir. Ég bara talaði um þetta, ég verð að segja, og þetta er bara satt. Þetta, fólk getur verið voða kokki þessi, voða eitthvað mátta sig, þetta er líka satt, nei, þetta er satt og ég verð bara að segja. Ég var mjög snemma á ASMR lestinni og ekki aðeins bara á ASMR lestinni undir námið þessi, ég var að horfa á ASMR áður en ASMR var til. Ég var áður en ASMR fekk nafni ASMR, eða þú veist bara svona. Þá var ég rosa mikið að horfa á minnir hún heiti Michelle Phan eða eitthvað sem var svona með make-up tutorials þar sem hún kvíslaði, hún eitthvað svona og það, ég fekk sömu tilfinningu og maður færa því sem fólk fær og ég horfði á þetta reglulega og fannst að ég gerði mikið grínaði við fólk, þú veist, að þetta er svo creepy að það var ekkert kynferðislega við það. Nei. Þegar hlutir eru pínu svona kynferðislegir, pervertískir, að þá, jú, þú veist, það er pervertískir, en fólk skilur það vegna að það hafa allir eitthvað. En þegar hlutir eru ekki, þeir eru weird en eru ekki kynferðislegir, þá verður það svona... What's the point? Hvað, þú veist, en þess er líka, ég veit oft meira kannski en svona hinn almenni gagnkynhneigði karlmaður veit make-up og förðun bara út af þess að ég man eftir stundu séu svona, ég verð ekki séð á TikTok það sem að pör er eitthvað svona nú ætlum ég að spyrja kærasta menn spurningar sem bara stelpur eiga að vita. Já. Ég veit þetta allt saman af því ég horfði á mig sjálf En sko málið er að ég veit ekkit þú veist, ég get ekki svara stelpu eða strákarspurningu. Nei, og svo kemur já, hvernig bíll er ég eitthvað hvað það hver er hérna skotvörður í, þú veist, þessu liði í fótbolta ekki hugvit. Ég myndi falla ég korki strákur nýstelpa. Nákvæmlega, þú ert hinn upprunalegi hán. Það er bara þannig. Það er nafn NASA Special. Hinn upprunalegi hán. Og fólk eitthvað svona fyrir 2 fylkingar eitthvað svona, er þetta eitthvað vóksitt og hinn eitthvað, er við að gera grín? Nei, þú ert bara að segja þína sögu sem bara þér finnst þú ekki. Ég er bara að reyna að gæi. Ok, þú byrjar á hinn upprunalegi gæi og svo hinn upprunalegi. Hvernig hefur haft það? Bara ágætlega. Ég er bara búin að vera fít, sko. Ég hérna sko, það byrja allt í einu fyrir 4 sumrum eitthvað svo leiðis. Allt í einu bara byrja ég að vera með ofnæmi. Ég hef aldrei verið með ofnæmi á æfinni. Ok. Svo er ég bara núna á sumrin er ég bara ómögulegur og þetta bara klæja í augun og bara þvíli stíplaður og bara bólna allir út og er ómögulegur. Og ég hafði reynt að fara til læknis. Já. Ég er ekkert mjög svona góður að fara til læknis. En ég fór með þess eitthvað tímann og var eitthvað að segja, ég mána mig og eitthvað, dugar ekkert sem ég er að fá mig dugar, skilur þetta eitthvað histamín eða eitthvað, þú veist, bara, nei. Og ég þú veist, get ég farið til ofnæmislæknis eða, eða hvort ég var að biðja eitthvað svona sterkara eða eitthvað, og hann sagði bara, nei. Ég eitthvað, nei. Og ég fór bara með skottið milli lappana og eitthvað. Og svo, náttúrulega, fyrst ég fekk þetta nei, þá var ég bara eitthvað, já, er ekki að fara þarna eitthvað. Og svo fór ég síðustu viku fór ég og og var tilbúin alveg með ræðu og ég var búin að taka myndir af mig þegar ég var sem vestur, allir bólgin og ég er með sönnunargögn, þetta er hvað þetta er slæm og þú veist, ég skal fá eitthvað, skilur
og ég kom bara inn og hann eitthvað bara, já, hvað viltu, skilur bara, þú veist, hann eitthvað dópaði upp ég eitthvað, you please hann bara, ok, hérna, nefspray stera eitthvað og augsmysl og bla bla bla, hann bara, hvað viltu, skilur sem það sem þannig á það að vera já, ég langa eiginlega næstu þess að ég er tilbúið með ræðu má ég klára hana allavega sínaði myndi ég er með mynd hérna og hann eitthvað ég er með þér í liði sko bara ég kom inn eins og Kafni sagði bara nei og hann bara sprakk og láti þetta var eitthvað svona ungu gaur skilur já. Heldur að það gæti verið að móðin hafi hringt í þennan fyrirlækni og sagt, ekki gefa hann segist að vera að tyggja e-pillur ekki gefa hann neitt ekki gefa hann, það er bara að reyna að vera gæi ég talandi málum mig, ég að lenda í svona semi-akkurat öfugt vegna þess að ég var mikill ánægður snáði en svo fyrir svona kannski næstuði 10 árum, þá hætti ég að fá og hafði ekki fengið ánæmi í mörg sumur, einmitt þá kan til bara daginn fyrir svona viku eða eitthvað, þá fæ ég bara bullandi ánæmi en sem betur fer, þá fekk ég eitthvað svona þá keypti ég eitthvað spray út í búð og fór í stöðstu og eitthvað þú veist, ég var að fá matargest og eitthvað, þetta leit út fyrir að þurft að beila eitthvað, en bara ég náði að redda þessu þannig að dugur á þau eitthvað svona já, ég fætti 7-9-30, ég vil helst bara ekki þurfa að díla við þetta þetta er óþolandi þetta er óþolandi sko. og ég var svo fegin að hafa geta elst útrúsið, þú veist held ég sko ég hef náttúrulega, við erum duglega að fara úr bænum sko, tengdafóröldar mínir búa í sveitinni og þegar ég er þar þá er ég bara nánast blindur sko, og alveg ómögulegur og þannig. En eru þessi þetta nýja dóp að virka? Já, þetta virðist slá allan á Ertu með eitthvað meðmæli fyrir fólk að hlusta og veit ekki hvert að stíga í ofnæmismálum? Já, það er bara pantatíma hjá heimilislækni ekki á lækninum ef hann er gamall gaur þá byrjum einhvern ungan ekki neigurinn nei, maður vill lækni sem er að tyggjó þeir eru alltaf til toppaði bara við erum þessu kallið með en ár vikunar er árið 2022 og það kemur sem beðinni frá engum öðrum en Reykjanes bæjar legendinu Kilo Kev City á TikTok heitir hann Kilo þar sem hann mitt, við erum með bara til að minna ykkur á, við erum með mail, tímavarp, hlaðvarp þar sem við fengið tillögur og svo er þú með TikTok-vídeó þar sem að þú byður tillögur þar hann kommentaði þar bara þakka þér fyrir það 1000 þakkir fyrir það og hann kommentaði einhver 3 ár og við munum taka þau öll eventually en byrjum á allavega 2022 við erum búin að vera pínu fastir í fortíðinni það var hérna 94, 89 fórum allavega í 69 nú erum við komnir í nútíma sko, nú erum við hættir að 69 og er það ekki bara eins og hætti fólk ekki að 69 bara í kringu 2020 var það ekki á datta ekki á tísku það var ekki enginn fyrir 69 síðan það en já, við erum komin í snjallsíma tíman aftur nýjast ár sem við höfum tekið fyrir það 2019 og svo 2012 þannig að við erum svona pínu á heimavelli en bara án þess að ég var að spoila hvað sem var að gerast en 2022 er svona ár sem að manni finnst bæði hafa verið síðustu viku og 10 ár síðan sumir hlutir er maður bara eitthvað er það bara 3 ár en þú veist, en á saman tíma líka bara eitthvað wow, er það svona á Íslandi byggu 382.003 einstaklingar það er svoleiðis og þú getur kannski sagt okkur merkilega staðrend þá tölu 383 nei, vegna þess að þú átt heiðurinn á einum af þessum ég bætti einu við það þú átt 382.000 og þriðja einstaklingin eignaðist einn vitleysing hann í júní mér finnst að það ætti að ég skil ekki ef ég væri forsætisráðherra þá verður þetta að vera fyrsta valanda að þegar þú eignast barn að þá fara að vita ekki endilega strax, ég skil það ekki hægt strax en með tímanum fara að vita númer hvar var barnið þitt það er geggjað ég var númer þetta en sko, ok, ég gera það ennþá í byrjunni
Í bryggjunni? Hamborgaraframleikurinn, já. Sem ég hef ekki fara á síðan 2012, þannig að ég veit ekki hvað ég get svarað. Það svolítið sem ég fór síðan það. Þeir voru alltaf, þú veist, ef einhver fættist, þá Já. ding, það eru monni svona mörg. Það hlýtur að vera, af hverju ættu að hætta þig, En það sem mér fannst alltaf vanta var ef að ykkur féll frá. Já, Það kemur svo og þá lækkaði talan einn. Og nafnið er kalla, þannig að fólk Snærún var steindauð Lóti matarins. Stundum fyrir fólk að gráta, stundum er þetta einhver leiðileg kennari eitthvað En þú varst þess faðir í fyrsta skipti Mikið rétt. og síðan skipti hingað til þarna 2022 Mikið rétt. Það breytist lífið. Já, sumarið, þannig að þú fær ekki að vita af óléttunni á því ári en Nei. þú fær svona að njóta og hægt er að heyra sögur af því í sýningunni segja eitthvað fyndið Mikið rétt. sem að var sýnd meðal annars í Tjarnarbíói til mikill að vinsældar og verður sýnd á stað sem þú munt gefa upp seinna meir. Ég ætla að klára þessa sýningu í haust. Já. Ég er búin að fara með hana hingað og þangað og núna ætla ég bara að finna einhvern góðan stað í haust og taka nokkrar sýningar og reyna að taka það upp og klára þessa sýningu. Ég get sagt sem maður sem ætti á 2 sýningar af segja eitthvað fyndið að þetta er þín besta sýning hingað til og er þá lítið sagt er þá mikið sagt Takk fyrir það. Fáránlega góð sýning. Takk. Og við kannski förum út í bara svona persónulegu hliðina seinni þættinum en þetta eru eins og ég sagði 382.000 og 3 reisningar sem eru yfir 16.000 færri enn í dag. Þannig að á 3 árum give or take fyrir að hverjar mælt það var 16.000 manns bæst. Það er náttúrulega bara, þú veist, því meira sem fjölgar því hraðar fjölgar, því að það er bara lögmál starffræðinnar eins og snjóbolti, heldur betur en samkvæmt fyrirverandi minni ég talaði þennan fling í millitíðinni, þá byrjuðum við saman en hættum svo Þið gáðu svo annars séns. Við gáðum sem annars séns hún flutti inn til mín og það voru samræður barneignir sko en hún var hún að pressa svo mikið á þig? Hún var að pressa svo mikið sko, hún fattar ekki að ég er villtur villi Þannig að það er ekki að fara að temja þennan graðfóla Þannig að við hættum saman en erum í góðu svona. Já, þið eru svona civil. Já, og ég er búin að ráða einkaspæjara sem er bara löglegt, minn réttur og hún hefur það bara gott en samkvæmt henni þá voru 1.000 krónur í dag 833 krónur, það er aldeilis rýrnun. Það er, ég meina hvað, 18% eða eitthvað svona, eða þú veist, 17, já, við erum ekki starffræði en það er rosa, og það er einmitt, enn og aftur, bara 3 ár síðan, en svona mikil breyst. Seðlabanki Evrópu hækkaði stýrivexti í fyrsta sinn yfir 11 ár úr mínus 0,5 í 0. Ég man að þú hringdir mig grátandi þetta var svo mikið sjokk þetta gera þetta árið sem ég verð pappi ég hringdi grátandi þú veist, ég var að fæðast var hver að fæðast ég er búin að gleyma því það var bara já, það er líka og 0,5 Verðbólga á Íslandi hafði ekki verið meiri síðan rétt eftir hrun og fór í 2 stafa tölu. Það voru þannig búin að vera miklar verðhækkanir síðustu, en þarna sérstaklega fann maður virkilega fyrir. Þarna fór matarkarfan hátt upp. Fasteignaverð hækkaði ört og var kaupverð í mars 2022 10 milljón krónum hærra en á sama tíma árið áður. Hældu í því 10 milljónir 10 kúlur maður 10 kúlur og þú náttúrulega festir krumlur þínar í fasteign þarna stuttu seinna þannig að þú heldur betur þekkir þetta já
það skiptir engum máli svo ríkur. Það nákvæmlega, það þessi tímavarp fyrir Takk Túle. Takk Túle. Við erum sportsvaraðir af Túle. Þá það búið, það var komið. En, já, við skulum ekki fara út í það, nákvæmlega það er depressing en þú veist, við erum að lifa mjög erfiðum tímum í verðlagningu almennt en sérstaklega fasteignaverði. Sérstaklega það sem að þetta er svona ákveðin búbla og framtíð er ekki bjart. En við skulum hafa Það er Jón Þunglindur. Nei, það er bjarti tíma framvitað. Okay. Og við getum talað bjarta tíma, þú veist, bjarta breytingar. Vegna þess að 2022 er eins og kannski margir muna síðasta stóra COVID árið. Mikið rétt. Fyrsta umfréttinar, yfir 200 manns létust á Íslandi sögum COVID á þessu ári, 2022, og höfðu andlát aldrei verið fleiri. Árið hófst með stærstu íslensku COVID-bylgju allar tíma, hún var margföld stærri heldur en fyrir bylgjur og daglega greindust 2-5.000 manns á dag hérlendis. Wow. Mannst eftir, ég fæ ennþá sko, því ég tek til dæmis stræt og tek 5 eða eitthvað er að fara fram þannig á Suðurlandsbraut. Þá fæ ég svona eins og líður sem ég sé að fara í test á Suðurlandsbraut eða þannig hjá Skeifunni. Það var stemmari maður. Það var þvílíku stemmari. Svo ég fekk ég heimsendingu náttúrulega. Komst ekki, þurfti að vera test og það var eitthvað vissi, ég komst ekki. Já. Að því ég mátti ekki taka leigubíl, mátti ekki taka strætó og ég bara, hvernig á ég að koma? Já, ég veit ekki, svo eitthvað. Ég getur maður ekki bara fengið einhvern heim til sín? Já. Jú. Segja það strax maður. Og þeir hafa verið bara, við sögðum ekki að því ef við segjum það þá viljið allir, skilja, við erum fyrst að þið finna út í. Nákvæmlega. En já, það var stemma, fá hérna pinnan upp í sig og standi í röð. Pinnan í minni. Samtið þú þetta úr einhverju? Þetta var bara að koma núna. Vá, þetta fær maður að vera að hlusta á. Já, þetta var rýmast, pinnan í minni. Já, þetta er svona, en þetta er alltaf bara aðra leikur á pinnið á minnið. Já. En hérna, já, svo stundum mætti maður fólki sem, annarkvort skemmtilegu fólki sem, já, þú hér eða stundum maður eitthvað, þessi, ég teki trinkinni kring fyrst að það er og nú sett með COVID. Já. Omikron afbrigði var allsráðandi en þrátt fyrir að teljast vægara lagðist það harðar á börn en fyrir afbrigði. Já. En svo ég sagði, bjartar breytingar líka, góða fréttir, því almennar bólusetningar hófust, blessunulega, ég veit þú ert ósammála, en það er blessunulega, og voru flestar sóttvarnar og samkomin takmarkanir vegna faraldursins afléttar. Já. Þrátt fyrir mikinn fjölda daglegra smita samt, en það var svona tekið þá ákvörðun, sem samt sko, ég segi flestar, vegna þess að það er talað allar og það mér sagt í fréttum allar eitthvað svona en maður er ennþá þetta í dag eitthvað fá fréttir af, já nú verður að aflétta eins og bara strætó, var bara daginn kom eitthvað tilkynning, aflétta COVID þú veist eitthvað þannig að strætó byrjar að ganga oftar eða eitthvað svona, já það er gangi, já en það er alltaf búið að vera svo mörg árum að bara hélt já þetta hefur verið eitthvað niðurskurður eitthvað, nei þetta var COVID. Í dag hafa tilkynnt tilfell af COVID náð yfir 778.365.795. Þetta var sem því ég tjekkaði í gær, þá var þetta talan. Það er svoleiðis. Þannig að þetta er ennþá í fullum gangi. Það er fullu fjöri. 30-40.000 á dag allavega síðast ég tjekkaði. Okay. Ég fekk COVID þarna sumar, eina skipti ég fekk COVID og fyrir skipti það var hérna sumar 2022. Já. Ég næmi, það er svona talandum hann á ánum eða eitthvað svona, það er nýtt trend hjá mér, síðustu 5 árin eða eitthvað. Ég var veikur á sumrin, ég verð ekkert veikur, þú veist, ég fæ kannski einu sem kvefa veturinn eða eitthvað, en alvöru veikur, þá var það sumarið. Okay. Og helst í kringum afmælið mitt, eins og gerist núna. Það er bara geggja. Og ég held síðasta sumar að þar síðasta eitthvað þá var bara allur júli fór, af því ég var eitthvað svona svaka veikur, spatta og náði mér eitthvað annað, þú veist, þannig að bara allur júli fór í rúmið, þú veist. Bara sólskinið. Já, það var alveg gott þú veist, ég fór með sólargeislanir. Já. Skinu inn gluggan og stríddu mér, lögðu mér einelti. Glítarandi svitaperlur á fulu andliti. Nasistinn Elon Musk keypti Twitter fyrir 44 milljóna dala. Síðan þá hefur Twitter mist yfir 30 milljónir notendur, svo við vitum vegna þess að mjög snemma þá hætti Twitter að gefa út tölur og almennar upplýsingar. Og eftir ég hættur á Twitter vegna þess að eftir þá stóðu megnis bara einhver klámbots
og gervigreinda notendur, þá er tala sko, þú veist, AI notendur, þú veist bara einhver tweetar eitthvað og þá koma svona notendur það sem bara fólk, eða þú veist, eru þessir users að umorða spurninguna með AI þú veist, þannig að bara einhver skrifa eitthvað ég var á Superman og hún var frábær þá kemur svarið bara eitthvað Superman frábær mynd, eða þú veist, bara svona eða þú veist og svo einhverja hægri fríks og svo fótboltaaðdáendur það svona stærsta held ég á Ísland allavega allt versta fólki í heimi Hljóma þannig allavega já, þú ert eins og sá allra versti, nei þú ert að Threads eða ekki, nei hvort þetta Blue Sky eða Threads, ég man þú varst eitthvað tilkynna ég var í smástund á Threads og svo ég ekkert ég hættur það svolítið saman já, ég í svona reyna trappa minni, ég alltaf þarf út af trappa minni já, sko ef það væri ekki fyrir það að ég þarf að auðlýsa, þú veist, myndi þig gefa út náttúrulega uppstand og þetta tífur og svona þá væri ég á kannski Instagram, eða þú veist bara að því þetta við getum farið út í þetta þetta bara orðið tímafrækt já, þetta tekur mikið tíma þetta orðið algjörtur, Facebook feedið manns náttúrulega eins og bara Mark Zuckerberg viðurkenndi daginn fyrir að Facebook ekki lengur það sem kallar social media, heldur þetta bara algoritmi fyrir þig, þú ert bara að sjá það sem að þú veist, og ég meina þú náttúrulega sko, þú ert mjög virkur á Facebook og þér kannski svona verðlauna fyrir það en ég sem óvirkur þegar ég posta ykkur ég heppin að ég fæ like frá mömmu skilur, af því að það sér enginn það sem að þú veist, þannig að ég veit ekki en talandi Elon Musk smá glæpi ársins 2022 það voru 3 morð framin árinu á Íslandi en fyrir utan það voru 2 ungi menn ákærðir fyrir tilraun til hryðjuverka þeir höfðu rætt að fremja fjöldamorð meðal annars með skotárásum og að keyra vörubíl inn í mannfjölda á hinsegin dögum sorgrænt mál, við erum ekkert farið núna kannski fyrir mig það þá 23 eða þegar það svona mál ekki en annars líka bara mood killer, buzz kill gengistrið milli dýravarða logaði, meðal annars reðst hópur manna inn á bankastæti Club og stungu 3 menn ítrekað mann segi þetta var alveg maður var ekki, þú veist, ég ætla ekki að segja maður sveikur farin í bæsastaklega sem ég, þú veist en þetta var svona eitthvað, hvert þetta bara? Hvað er í gangi hér? Þetta var svona þetta var ekki bara stungur, þetta var bara svona hópar að ryðjast inn á, þú veist hollenskir tollverðir fundu 100 kíló kókaín á leið til Íslands þetta var stærsta eiturlyfjamál Íslands sögunar hingað til 100 kíló á kókaíni það er bara svo við á góðri helgi góð vikundi en ég las að fyrir þá var stærsta kókaínmál Íslands voru sko 12 kíló þannig að þetta sko alveg bara smá aukning já, hvort það var 16 eða eitthvað þannig að þetta var svona einmitt bara 5-10 falt það er rosalegt en byssummaður skaut 3 til bana í verslunarmiðstöðinni Fields á Amager í Kaupmannahöfn 5 særðust alvarlega þetta var líka svona, maður þarf að nefna þetta var alveg setti lit á árið sko. Þetta var algjörlega leiðilegt mál, en talandi glæpi, hér á lokum allræmdu þjófur, Ómar Ingimundar gekk inn í mismunandi þvottahús í hverfinu sínu og greip óhreina tau, þar á meðal óhreina sokka og nærbuxur og fór með óumbeðið til mömmu sinnar þess maður geta Ómar Ingimundar kísi hann hvað er þetta eitthvað vinnu sem ykkur perri kom ekki til frétti þetta var bara félagið mér ég bara expósa ég vil bara snitsa hérna já, kísa stela já, það var að lappa inn í já, ég held ég muni eftir já, þetta var svona krútfrétt sko hann var, já og Magnús Hlynur með þetta nei, ekki, ég held að þetta var eftir að hann var látin fara hjá Rúf annars hefði hann 100% verið með þetta og ég vil tekið viðtal við kísan bara en við höfum hérna kísa þeim henskar óhrein tau legend í leiknum en það var einmitt tekið viðtal við eiganda gataræðis og hún einmitt eitthvað svona já og svona koma heim með nota, það er svona kannski það versta sko, hann er komið nota nærbuxi já, geggja bremsu fara og eitthvað já, einmitt og skila sér inn á ámgrans, áttu þetta? já hvað gerði kísi? fór hann í, já
Ég kannast ekki þetta bremsum farið. Það stendur hérna nafni þetta á rassinum búið að seima það svona. Móðir náttúra mynd á sig, gos í Meradölum eftir marga jarðskjálfta, þetta er samt, ég verð að viðurkenna, kallaði mig degraðan krakka. Já. En eftir öll gosin síðustu árin og síðustu fáu árin, bara 5 árin eða eitthvað, þetta rennur allt í eitt fyrir mér. En, Drónum 12... já, þetta var ekki, 12. gosi núna daginn. Á síðan, á millitíðinni þá kemur einhver 3 í viðbót. Já, og gís, þú veist, Hekla og Katla og svo hlust íta og play það bara, ég kom með leiða, þetta rennur allt í eitt. En já, og ég náttúrulega, sko, ég býð þannig að ég sé gosin sem eru þannig á þessu svæði, út gluggan. Já. Og það er mjög gaman, fyrst var það mjög mikið sport, mjög flott og eitthvað. Og ég man að ég var að horfa á, kannski hafa verið bara þetta gos, þá var ég að horfa á myndina Godland, Volaland, sem fjallar íslensk mynd, frábær mynd, sem fjallar danskan press sem kemur til Íslands, þú veist, fyrir mörgum árum, hatar Ísland, en kemur til þess að byggja kirkju. Og það er gos í gangi, og það er svona rosa flott, þú veist, það er svona mikið sýning hvað náttúrunni, þú veist, það sem er verið að sýna gos. Og ég er að horfa á þetta, svo lítið út gluggan og sé bara nákvæmlega saman. Það er ekki. Og ég, þú veist, og það er bara þannig að í 90% tilfella, þegar það gís á þessu svæði, þá fyrsta sem ég heyrði það er ekki fréttum eða frá einhver, það er bara ég lítið út gluggan og sé, já, ok, það er byrjað að gjósa. Okay, þú hringir alltaf. Ég hringi frétti, já, það er byrjað að gjósa. Donni hérna. Já. Donni skúp. Blastaði strákar, Dónuskúpi hérna. Þetta er byrjað. Þetta er eina skúpi sem er með, þannig að þeir sjá bara núm mitt og eitthvað, byrjað það. Þetta er byrjað strákar. Þeir eru að horfa á þetta, þráðbeinni. Þeir svara bara, on it, og slækja. Þú færði alltaf tyggja á þetta. Já. Strákar, þetta er on. Þetta er Siggi skúpi hérna. En 1000 manns í það minnsta fórust í jarðskjálfta í Afganistan. Pakistan lýsti yfir loftslagshörmungum þegar tala látinna vegna flóða fór yfir 1000 og hitabylgjur í Evrópu hófust og yfir 50.000 dóu áður en yfir lauk í ágúst. Wow. Og við höfum fengið að heyra að það sé pínum skrítið þegar við erum í hláturskasti og svo bara eitthvað og 1000 manns dó. Pínu, já. En það er bara svona lífið, það er bara, þetta er rússipanni. Það er nákvæmlega. Það er bara þannig. Hvað getum við sagt? Ég held að sé svona sér, það er að finna nafn á, þetta er svona sér íslensk tilfinning sem er svona öfundsýki út í skaðlegar hitabylgjur út í útlöndum, þú veist, það er skilur einmitt júlí og það er skilur 2 gráður og rigning og jafnvel slitta og svo sem maður bara það 50.000 mannstegi hitt og maður eitthvað svona, þetta er slæmt en samt líkt. Ég væri ekki einn á þessum 50.000 skilur, ég myndi ég væri bara að tala. Ég væri bara að tala, þú veist, og svo myndi ég bara fljúga heim og allir glæðir. Nei, ég tengi ekki við það, ég bara minnst allt og heim. Nei, já, nú, ok. Þú veist, ég þóla ekki mikið hinda, sko. Já, ok. Ég bara, 20 gráður er bara að mitt limit, sko. Já, ok. Bara 20 og eitthvað, komið yfir 20, það bara, þegar fyrir upp í 30, ég við döðan stig, sko. Ég var þannig, þangað til bara, svona, lók úlingsára eitthvað, þá bara flippa, eða þú veist, þá svissa ég, bara fyrir bara speiklast ég. Já. Ég var alltaf bara, elskaði kuldan, elskaði snjó, allt þetta, hata hitta, svo bara í dag, ég get ekki, bara. Já, ég bara í báðar áttir, of kalt þóli ég ekki og of heitt þóli ég ekki. Ég er bara svo mikill. Þú er svo mikill hérna. Ég er svo mikill miðjumóð bara. Já, þú ert hérna svo mikill gullinbrá. Já. Þú er svo mikill. Þetta er of heitt fyrir mig. Þetta er of kalt fyrir mig. Þetta er akkurat. Kristín eitthvað Þórhallur er að fuck. Hætta með svo. En atburðir 2022, 3. febrúar, lítil Cessna flugvél, eða Cessna, skrifa með sé, lítil Cessna flugvél með 4 innanborðs fórst á Þingvallavatni. Já, það er. Meðal þeirra sem dóu var Josh Newman, sem var afar vinsæl YouTube stjarna og pro downhill skateboarder, ég fann ekki alveg íslensk orðið, en þetta er svona eitthvað skateboarder sem fyrir greinlega niður fjöll og eitthvað. Ok. Og já, ég man að þetta var alveg svona stórt. Þetta var
skelfur eftir, Já, og ég tjekkaði mynd á YouTube-rásinni hjá honum og hann var mikið af fylgjendum og greinilega svona, var svona adventurer, var ævintýra maður. Já. Og hérna, enda á þarna. Ég hef aldrei verið flugrættur, þangað til að ég flutti við hliðin á Reykjavík flugvelli, að ég er ekki flugrættur í dag, en að horfa á flugvél taka loft er weird. Það er ekki, við vorum ekki hönnuð, við vorum ekki þrótt til þess að verða vitni að því að flug, eða þú veist, að maður bara horfa bara eitthvað, af hverju dettur þetta ekki? Af hverju, þú veist það er eitthvað ekki rétt við þetta. Já, þú veist, fuglar bara náttúrulega henni, maður skilur þetta og skilur eitthvað svona, en bara þetta meikar ekki sens. Við erum að svindla eitthvað. Já, og líka ég, þú veist, bara þannig gerður kannski, þú veist, ég er alltaf undirbúin og býst við því versta og að hluti klúðrist. Já. Og þannig að þegar ég sé flugvél, það er bara eitthvað svo detta. Þú veist. En ég hef ekki alveg flogið eitthvað síðan ég flutti og ég hef ekki fundið fyrir ykkur rest, en ég er svona meiri skilning fyrir og meiri svona ég betur fyrir ekki mjög flugrættur þátt fyrir að vera kvíða pjessi. Já, en ég held bara að þetta sé pínu svona, þú veist, sem Íslendingur getur það ekki, þú hefur bara ekkert kvot efni á því. Nei. Þú veist, þetta er ekki svo, maður heyrir miklu það eins og Bandaríkjamenn er oft, að þeir geta bara, það er, þú veist, oft hittir maður bara háfullorðið fólk frá Bandaríkjunum sem hefur ferðast á eitthvað, það er bara, ég hef aldrei farið flugvél og það er bara að þú getur keyrt hvers sem þú veist, og í verstafalli þannig að það getur, eins og getur svona frá Íslandi, að þú getur tekið, ef þú ert farið til Evrópu, þú getur tekið skipið sem er bara þú ferð til Evrópu, en á Íslandi það er það bara flugvél eða skip og ef þú vilt, þú veist en já, eða bara verður heima hjá þér sem ég menna, ég þekki alveg, ég á frænda sem hefur aldrei flogið fullorðinn maður og hérna það er bara, þú veist, bara hans val og allt í góð með það, en ég held bara svona yfir höfuð þá hafi Íslendingar ekki efna á því svona, ef þú vilt þú veist, bara ef þú vilt á líka bara marga vinnur en þannig þú þarft að fara í vinnuferðir út og eitthvað, þú bara getur ekkert. 24. febrúar, Rússar hófu innrás í Úkraínu úr norðri, austri og söðri. Þetta er það sem ég nefndi áðan, svona hluti það sem bara eitthvað, eru bara 3 ár síðan. Mér finnst Úkraínustríðið hafi verið gangi í svona 10 ár og ég veit hvernig það hljóma, ég er ekki að meina bara oh my god, getur, þú veist, ég er ekki með þannig, bara þetta er náttúrulega bara, þú veist, eins og stríð eru, að þau er náttúrulega mikið í gangi og mikið, þú veist. Algjörlega, já, þetta manni finnst eins og þetta sé búin að vera meir en bara 3 ár. En þetta gerðist bara fyrir rétt rúmlega 3 árum. Já. Manstu hvar þú varst þegar þú Nei Það er náttúrulega í dag, þú veist, þetta er svona spurning sem er miklu skemmtilega að spyrja eldra fólk eldri atbyrða, því í dag það bara, ég var síman ég sá, ég held ég að bara séð á Twitter eða what, eða þú veist, bara það er einhvern veginn svo mikið náttúrulega upplýsingaflæð og svo mikið sem gerist og einhvern veginn manns kannski ekki endilega eitthvað, þú veist, maður mann nákvæmlega hvar ég var þegar tíbaraturinn já að því líka það og þú veist bara í kamlata með jafnvel svona innrásir og hvað sem það er að það kemur svo á óvart en það fyrst þú heyrir, en þarna þá náttúrulega fylgdustu með uppbyggingu, þá var að vera að segja fréttir að þú veist þetta og þetta en þú veit ímyndaði bara já, það er verið áhrif sko já, þú veist, fyrir 50 árum ef eitthvað svona gerðist, þá gaf það ef þú varst ekki eitthvað svona sem að hafðir annarkvort hagsmunatekst eða áhuga á málumlunum að þá kom það bara eins og 3 ár heiðskilur loftið en 27. mars Will Smith löðrungar Chris Rock á Óskarsverðlauna afhendingunni í Los Angeles vegna móðgandi ummæla hans Jada Pinkett Smith. Þetta upplifðu við saman. Það er rétt. Við sátum og horfum á, ég er mikill Óskarsmaður, horfum á Óskarinn alltaf live og þetta var þeim tíma þegar þú varst með nætur og kvöldvaktir sem tourguide. Já. Þannig að þú komst beint eftir við horfðum saman, við sátum við vorum bara inn í herbygginu mér ég setti mér rúm og þú og horfðum á og svo bara var það að gerast í alvörunni? Já, og þetta er nefnilega það sem ég var að rifja upp einmitt þegar ég var að undirbúa þetta í gær að við, að þetta árið eins og suma ár, þá var hún ekki maður ekki sýndur á íslenski sjónvarpsstöð þannig að það þurfti að finna svona eitthvað strím og ég var með eitthvað amerískt strím og í Ameríku að þá eru þeir með þannig að, þú veist, ef eitthvað blótar eða whatever, að þá eru þeir með svona 7 second delay eða whatever að geta þannig að við horfum, og þá allt, þú veist, það bara Will Smith eitthvað lappar upp
Já. og svo bara er köttað eitthvað á einhvern eða þú veist, Já. og voða výrt og við heldum fyrst að þetta sé eitthvað bara svona nettruflanir Já, eitthvað, veit. svo bara, þú veist er fólk öskrandi og þú veist maður eitthvað, hvað er í gangi? Já. Og svo kemur auglýsingarhlé og þá förum við mitt á YouTube eða Twitter og sjáum vídeo frá af því þá í öðrum löndum eru þeir náttúrulega ekki svona eitthvað tiplur og þá sýnaði bara lag og þá gæti maður að sé þeim þetta legendary það fyrir á löðrunga og ég vil meina sko, ég hef með nokkur hot take sem en svona kannski kaldast að hot take er það og ég vil meina að Will Smith, og ég kannski ekki einu það en Will Smith hefði komist upp með þetta hefði hann ekki öskrað eftir hefði hann labbað upp, lögðan Chris Rock fara aftur upp, það hefði allir verið bara já, þetta er leikið bit, þetta er bara þú veist eitthvað, og það er kannski frest seinna, en þú veist og Chris Rock hefði bara, vá, ég var labbað með Will Smith og allir hlægið og svo bara hefði haldið áfram en af því hann var keep my wife's name out your fucking mouth og einmitt þið þá veist mouth, það var alveg bara og svo, og einmitt mistökin hann gera það einu sinni og svo aftur og þá er það alveg farið þá er allir bara, ok, þetta var alvöru það er ekki grín í gangi ekkert grín í gangi, sko en The Fresh Prince eins og Chris Rock sko, bara þetta, ég er þú veist, Chris Rock er á svona yfir heldina þótt ég sé kannski ekki mikið langt á nýjastu specialunum hans að hann er á top 5 mínum uppáhalds, þú veist Bigger and Blacker, Never Scared bara tvö af uppáhalds ég elskar Chris Rock en mér finnst þetta samt svona ég tvíspora með þetta sko að því náttúrulega í fyrsta lagi, það sem er náttúrulega leiðilegast við þetta brandarinn sjálfur, ekki fyndin og þá er ekki að tala hann er ekki fyndin að því að Sarandon eitthvað bara G.I. Jane sko, G.I. Jane kom út hvað 97 þetta er svo gaman hann hefði getað nefnt sko Sköllóttugeln og Guardian of the Galaxy og Avengers skilur, sem var mjög trending þannig hann hefði getað nefnt V for Vendetta sem kom 2005, það er svo með G.I. Jane skilur og svo líka náttúrulega það ekki, þú veist hún alltaf er stór fræg og allt það en hún var ekki til, hún var bara sér gestur þetta var fucking weird eða þú veist, og þetta var óþarfi og svona, og líka bara hefði þetta verið óþarfi og weird en fucking fyndi brandari, þá hefði maður verið meira þannig að maður svona þú veist, ok, ég veit ekki hvað ég á standa og líka það verður að, þú veist, hafa í huga þetta eru tveir gaurar sem þekkjast hafa þekkst í 30 ár, það var búið að vera hana tension meðal hans út af eitthvað data. Þú veist, þetta er ekki manna þá uppistandarar voru eitthvað svona, og hvað nú, byrja fólk bara að lappa upp á svið og löðrunga þau ekki ánum að brota eitthvað og það er fucking slakað á, skilur og þú veist, þetta er alveg svona sérdæmi á sama tíma líka, þá óþarandi þegar fólk er eitthvað, banna Will Smith en svo eru leikarar og eitthvað sem eru, þú veist, morðingjar og kynferðisafbrot eitthvað, þeir eru leiðir og maður eitthvað, ok, hvort sem þeir eru bannaðir ekki, setja það til hliðar. Ef þú stendur upp á TGI Fridays og löðrunga þjónin á TGI Fridays, þá ert þú bannaður á TGI Fridays. Já, og þú ert handtekinn. Handtekinn, nákvæmlega. Morðingjar, nauðgarabóti, þeir eru allir velkomnir á TGI Fridays og lengi sem þau fremja ekki glæpir á TGI Fridays, skilur það, þú veist. Þetta er það, hann gerði þennan hlut á Óskarsháttinni að sjálfsögðu er hann bannaður á Óskarnum voru 10 ára og mikið voru, þú veist, það er að ræða það allt saman það voru eftir að aflétta það verður, ég jafnvel bara næsta ára á hann eftir að koma fram kynna óvænt engi vissi, það verður standing ovation þú veist, og svo er þetta að ræða það í ári viðbútt en þú veist, þannig að þetta er alveg svona, mér finnst það, en Chris Rock og svo líka, það sem að gera ennþá fyrir minn mann Chris Rock, sem bara svona það sem ég dýrka Chris Rock sérstaklega sem úlingur en svo árið seinna eða hvað sem var, þá fær hann tækifæri til þess að svara fyrir sig þegar hann er með live special á Netflix og allir að býða, hvað er hann að fara að segja og svo klúðrar hann brandaranum segir þú veist, jú, við höfum báðir klúðra að segja eitthvað en á þessum tíma með þennan brandara og fara að byrja aftur og eitthvað, oh my god bara, það er meira niðurlægjandi heldur en löðrungurinn, sko, bara so sorry en það er svona rock bottom Chris Rock bottom vá, ertu búin að sitja þessu bara ég er bara að býða þú veist, einn dag er eftir að vera í podcasti og ég verið að tala um þetta nei spontaneous, vá það er bara svona just like that yes herði, 20. apríl að meira alvarlega en svona grát broslegu myndum að segja
sérstaklega sem svona utanákomandi, ég er ekki að segja hvernig neinum viðkomandi á að líða þetta, en svona sem viðkomandi pínum grátbroslegt 20. apríl lögreglan hafði afskipti af 16 ára pilti í misgripum tvisvar sami strákurinn talandi einmitt ríkislögreglustjóri neyddist til þess að biðja foreldrar úlingsins afsökunar eftir síðara atvikið fyrir atvikið þetta getur ekki síðara sorry með þetta var svo lúðalegt algjör sko þetta var ótrúlega þetta var einmitt þetta var svona hlutir sem við búum á Íslandi alveg við erum ennþá bara Reykjavík er ennþá lítil saklaus borg eins og Bubbi sagði þetta var alveg ferlegt og hérna og svo náttúrulega líka ef ég er að muna rétt, ég held að það sem að gera þetta mér að maður hugsa þetta var seinna skipti var það ekki, þetta var fyrst í strætón stoppaður og þetta var svaka hólum svo gerist þetta í bakarmeistunum í Mjódd og ég náttúrulega og þú báðir OG Breiðholt eða þú veist og ég hugsa þetta var ekki Breiðhildingu sem því hann ringdi inn á lögguna og sagt hann er hérna það var ekki Breiðhildingu þetta verður utanbæðamaður og það kom í ljós þetta var einhver á Tesla, einhver úr Garðabænum eitthvað svona og maður ekki að sjálfsögðu það er engin það er engin fyrsta lagi það er engin að snitch í lögguna og þú sér þú veist snitches get stitches and end up in ditches það er bara þannig en þetta var, þú veist, náttúrulega mikið áfall fyrir strákinn að sjálfsögðu og fyrir fjölskyldu hans og líka get ég vel ímyndað með fyrir aðra þeldökku á Íslandi og allt svona og þú veist, eitthvað en 3 mánuð seinna og sem utanlega það er svona eins og segja, grátbroslegt, þú veist, maður getur en hugsaðu, þú veist, þegar hann er að, þú veist, eitthvað, really? Já. Er það að koma aftur? Er það að koma nákvæmlega, bara voru við ekki að standa í svo áðan? Og hlýtur sko, þú veist ég veit ekki, þetta er náttúrulega fyrir eftir mannesku ég hefði aldrei bara eitthvað þetta er joke, þú veist, þetta er sama liðið og þeir ætla að koma og vera eitthvað svona í joke og vera eitthvað, þekki ég þig eitthvað svona, en svona nefnir við slæsum á þeir slúð eina cheesy sleazy á kallin en já, þetta var og líka annað skiptið allavega var sko sérsveitin, þú veist, þetta var ekki bara Jonni Lögga, þú veist, eitthvað svona herðu við vinnum minni eitthvað þetta var bara sérsveitin, þetta er rosa, þetta er skammarblettur á sögu þjóðarinnar. 14. maí, söngvakeppni Evrópska sjónvarpsstöðva var haldin í Torino á Ítalíu. Emilia Torino. Heitir Torino, sko, við sem höfum komið til Torino, við segjum Torino, skilja. Ég veit ekki, ég er örgulega að byrja að veitast fram. Torino, segi ég bara. Ég hef komið ánga, og ég hef sýnt mynd í Torino, kvikmyndahátíð. En það er ekki það sem við talum. Úkraínska sveitin Kalus Orkestra vann með laginu Stefania og Systur tóku þátt fyrir Ísland. Það heita Systur. Já. Með laginu Með hækkandi sól. Mikið rétt. Sem að, sko, þú veist, ég fíla alveg þá, en ég er að segja það er stundum að detta í Spotify hjá mér ef ég er eitthvað svona hafa eitthvað kósi, ég er að elda eða eitthvað svona og þá vil ég hafa eitthvað tónlistónlist og þá gefur þetta og þetta er gott lag, flott lag og það vissu allir á Úkraína var að fara að vinna sem fair game, þú veist ég er ekkert, þetta er ekkert þetta er bara út eitthvað sem þetta átt ekki að vera kemli átt ekki þú veist, þetta er Eurovision skilur en hérna, já, ég man að Mika var kynir og ég hafði ekkert lesið það fyrir það neitt þannig ég horfa á ég bara eitthvað svona djöðlega þessu gaur líku Mika og ég hafði ekki hugmynd að hann væri eins og ítalsku neitt þannig eða þú veist djöðlega þessu gaur líku Mika eitthvað svo á tímapunkt var eitthvað yeah just like you said eitthvað suck it too hard on your lollipop eða hvað sem var eitthvað yes eitthvað yes big girls are beautiful big girls you are beautiful já hvort það hefði tekið eitthvað sirpalögum eða eitthvað hann tók eitthvað svona já þá hefur verið eitthvað já þetta er Mika ég þetta væri bara comeback svo er maður ekki búin að heyra í hann aftur allavega ekki ég og ekki hérlendis en kannski er hann ennþá bara huge í Ítalíu eða hvað sem er kannski kæmi eitt svona lag eftir þetta þetta var sama platan þetta var ein plata sem ég man ekki alveg hvað heitir en á henni voru einmitt bara það Grace Kelly Lollipop Big Girls You Are Beautiful Take It Easy eitthvað og svo
5. lagis, ég man ekki eins og hvað heitir, þú veist, þetta 5 hittarar? 5 hittar af einhverju bara 10 laga plötu, skilur, bara Geri aðri betur og það, ég meina, þóttar hafi ekki náð öðrum, náðan ekki einhvern svona einum tæknilegum hittara í duett eða eitthvað svona kannski 2 ára sem ég man það ekki, við þurfum árið sem Mika, hvernig það var 2005, þá munum við ræða Míkuna. 14. maí, sama dag, sveitarstjórnarkosningar á Íslandi voru haldnar, Framsókn vann stórsigur í Reykjavík. Það stendur hérna af Wikipedia, að sjálfsögðu skitu þau upp á bak og nú komin betri meirihluti. Ég finnst það pínu ósmekklegt að skrifa svona Wikipedia. Já, þetta eitthvað. Pínu biased, Já, þú veist. Ég ekki að segja þessi ósammála eða sammála, en þetta, ég bara copy-paste. Þetta er bara Johnny Wiki. Manstu, eftir að hafa kosið, manstu hvernig þú kost, manstu eitthvað? Það er langt síðan, þessi þætti byrjum, manstu, fyrstu 3 þættir eða eitthvað, þá voru stóra kosningar þú veist, á árunni sem vorum að taka, þá voru að fara í gegnum alla listana og eitthvað, við höfum pínuð dottið að þeim vagni. Já, ég minnst það bara fínt, sko. Já, ok, við skulum það bara fara í næsta. Já, bara Ég þarf að sopa eftir þetta. Já, það jafnaði. Var þetta eins og Var þetta eins og högg? Þetta var, þú veist hvað er það, spit take. Já. Ég gerði spit take með ekkert í munninum og það var alveg pínum vont. Þetta var svona þurrt spit take. Ég þarf að sopa. Herðu, 2. júní, fyrsta flug Nice Air til Kaupmannahafnar. Nice. Frá Akureyri. Nice Air var flugfélag með starfsemi á Akureyri. Flogið var til Bretlands, Danmerkur og Spánar í 150 sæta Airbus-vél. Vandræði voru með Bretlandsflug og var þeim aflýst vegna flækju alþjóðasamninga vegna Brexit. Flugfélagið var svo gjaldþrota í maí 2023. Maður settur þetta? Ég var búin að glemma þessu. Já, ég líka. Það rífist bara upp og minnist á það. Ég horfði á hana bara, ég horfði á Annálinn fyrir 2022. Já. Og þá kemur þetta og ég bara alveg rétt. Já, búin steinglema, Nice Air, já. En það hefur verið, no pun intended, helviti næs að geta fæmið frá Akureyri, eða þú veist, bara, hvað getur maður sagt, bara svona norður helmingur og austur helmingur Íslands. Þurfum ekki að keyra allir til Keflavíkur, þú veist. No disrespect á Keflavíkur, fyrst við erum að tala hérna 2000 út af kíló. En þú veist, að geta farið einmitt til Akureyri bara og ég fyrir á býrðu Akureyri bara geta labbað á flugvöllin og ekki slæmt. Klára brynju í sin og alla klísina, klára lesa nonna manna Júmandi öllum hvað er gott veður á það. Já, fá sér gælufæði og hoppa upp í vél. 24. júní, sorgardagur, Hæstiréttur Bandaríkjanna sneri við fordæmi sínu úr máli Roe v. Wade og dæmdi að bandarískar konur ættu ekki stjórnarskrárbundin rétt til hungrarofs. Og þetta hefur dregið dilka eftir sér og svona, það er ákveðið neðarafstandan í gangi út af þessu og skiljanlega, þetta er náttúrulega óskiljanlegt bara. Óskiljanlegt mál og sorgamál og að það, þú veist, bara að það sé 2025 og þetta sé ennþá í gangi, sérstaklega bara í vesturinu, eða þú veist, bara þetta er alveg. Viðbjóður, en svona er þetta, Bandaríkin eru ekki alltaf upp á sitt besta, skulum orða það þannig. Nei. Þeir eiga góða stundir og svo vissulega slæma stundir. 8. ágúst, bandaríska alríkislögreglan gerði húsleit á heimili Donald Trump í Mar-a-Lago í Florida og fann þar mikið af trúnaðarskjölum. Hann hafði tekið með sér meðal svona kjarnorkuplön og hann er búin að gera svo margt að maður les þetta og maður er eitthvað, já, alveg rétt. Það er alltaf eitthvað nýtt það er svo mikið að maður er búin að gleyma meirinn helmingnum. Einmitt. Og svo bara, hvernig er hann ennþá? Þetta er bara svona ákveðið bara, þú veist, það er svo mikið að maður hættir að taka eftir, eða maður hættir að pæla í það, maður er eitthvað, já, svo myrtan hann var 15 manns, fór út með hríðskotabyssu og það hafa fáir haft eins rétt fyrir sér og Donald Trump árið 2016 eða eitthvað fyrir kosningar, þegar hann sagði, ég gæti skotið mann on 5th Avenue og samt verið kosið og það bara reyndist rétt. Þetta er ótrúlegt. Og svo líka, þú veist, svo að fólk eitthvað, já,
Joe Biden, Obama og eitthvað svona, þeir voru líka með skjöl. Já, allir forsetar taka óvart eitthvað skjöl, svo haft samband við þau, sagði þú með skjöl, þeir skila þeim. Donald Trump neitaði að skila, þá voru finnar upptökur þar sem hann var að reyna að selja erlendum aðilum einhver plön og eitthvað. Hann var að monta sig að þeim, hann faldi þau, þú veist, þetta allavega, nóum Donald. Það var ekki hægt að skrifa þetta. Þú myndi ekki trúa þessu. Nei, þetta myndi aldrei gerast. Sko, fyrsta lagi, ef það er gerð svona byggt á sönnum atburðum þættir það fyrsta lagi þyrfti að vera sko 15 seríur, 22 þættir hver þessi sería. Og auðvitað hefði þetta ekki gerst og þættininu gerðir, það er einmitt, eins og þú sagði bara, þetta myndi aldrei gerast. Og fólk myndi vera bara, sorry, þetta myndi aldrei gerast vegna þess að í lögum stendur þetta, í stjórnarskrá stendur þetta og fólk eitthvað, já, það er málið, það er öllum drullum fókist af það. Donny boy. Gæti ekki verið meira saman með eitthvað lög og reglur og eitthvað stjórnarskrá og eitthvað. Hann er rebel without a cause. Herri, við höldum okkur í alþjóðlegu pólitíkinni vegna þess að 7. september Liz Truss tók við embætti forsætisráðherra Bretlands og svo 20. október Liz Truss sagði af sig sem forsætisráðherra Bretlands eftir aðeins 45 daga í embætti. Mikið var hæðst að þessu, þar á meðal með mannstu eftir salatinu, kálinu. The latest, hvað var það? Það var hérna 10 dögum fyrir hún steig niður að þá var sett upp live stream af Kálaus og sagt will this let us outlive Prime Minister og það gerði það. Það er nú bara þannig. 2. desember við höldum okkur, við ferðumst til Íslands, íslensku pólitíkina, Jón Baldvin Hannibalsson, fyrirverandi ráðherra og sendiherra, var dæmdur í 2 mánaða skilorðsbundið fangelsi í Landsrétti fyrir kynferðislega áreitni. Já, hann var dæmdur. Já, hann nefnilega að lokum var hann dæmdur. Fyrir allt annars, eða þú veist, hann hefur verið komist í krappan ansi oft fyrir ansi marga. En fyrir þetta var hann dæmdur. Og við höfum talað þú veist, við höfum talað Davíð Oddsson, við höfum talað þess að bara minna á, það eru fleiri stjórnmálamenn sem eru shady. Já. Kvikmyndir Year 22 Movie Quiz Extravaganza. Herðu, það er pínu nostalgi í gangi vegna þess að við erum ekki lengur í quote edition eins og við höfum farið síðustu 2 vikur, heldur nú er það OG original. Það sem að ég lýsi sögufræði myndar og þú fáranlegan hátt. Það er smekksadri og þú átt að segja og ég meina þetta er 2022, þetta er bara 3 ár síðan þannig, en ég reyndi og ég vil segja ég er bara svona næskur en ég reyndi að hafa í huga að þú varst faðir hann sumarið þannig að ég svona valdi bara einmitt svona stærstu myndir og svona myndir sem að kannski kom út fyrir part. En ég var ekkert mikið að fara í bíó. Nei, þetta eru samt líka alveg bara svona frægamyndir. Múta krúta í bíltúr. Þetta var hérna Íslandsmynd. Já, heldur betur. Með Þresti Leó. Já. Og eitthvað með mömmu. Á ferð með mömmu. Einmitt, þú fær full stig fyrir þetta sko. Já, ég meira sá hana ekki. Nei, ok. Ég fór ekki á hana bíó en ég enda með að sjá hana á RÚV bara. Já, ég var eftir að kíkja á hana, langar að kíkja á hana. Já, hún er pínu David Lynch. Já. Takt í spaðan sjómli. Takt í spaðan sjómli. Já. Ok, takt í spaðan sjómli. Er eitthvað spaði, er það vísbending? Nei, þetta vitnar í sögu þráðin þar sem að aðalpersónur þurfa að taka í hendina á hendi sem er kannski ekki endilega mennsk hendi eða þú veist lifandi hendi. Vá. Þetta er Talk to Me hryllingsmyndin, það sem að þið taka í hendina og segja Talk to Me. Takk í spaðan á. Ég sá hann ekki. Nei, það er bara. Reðurkökustaðurinn. Tippkaka. Nei, þetta er pínu svona, ef þú stæðir langt í burtu og heyrðir reðurkökustaðurinn, þá gæti ég að vera að segja Reðurkökustaðurinn. Hvað er að þér?
Na 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 na. Batman. Já, leðurblöku maðurinn The Batman. Og ertu bara heima hjá þér að flissa yfir þessu sjálfur? Já. Ég veit alveg, ég þekki þig. Þú ert upp í rúmi. Ég heyri þetta tala á þig. Og ertu að hljóma svona nákvæmlega eins og þú ert núna. Ég get sagt þér það sem ég flissaði mest yfir kemur núna. Já. Og þetta ættir þú að geta. Já. Þetta er pínu gefis, en ég bara var að það. Okay. Scream a little scream for me. Já, Scream. Þetta er Scream. Já. Scream 5 sem að heitir samt Scream eins og fyrsta Scream, þannig að þetta er fullkomlega rétt. Alveg rétt í þar. Ég held ég bara ekki sé bíómynd þetta ár bara. Já, Ég er að fatta það núna. Fyrri helming náttúrulega ertu með ólétta konu og setni helming ertu með lítið þannig að þetta Þarf að fara út allt og kaupa ananas lung fyrir hana. Þetta, við erum farið að heyra þessa sögu í segja eitthvað fyndið. Nákvæmlega, plug-in the plug. Plug in the plug. Það er verið að byggja upp eftirvægin. En ég bara fatta núna að ég var allt búin að setja þetta á, þú veist, að ferð með mömmu, Scream og þú veist, ég ætla að horfa á þetta. Búin að kjúa þetta upp svona. Já, og svo er þetta bara, bara gleyma. Nú þarf ég að fara að kíkja á þetta. Já, við skulum taka loka myndina. Ok. Þessi, ég veit ekki hvort þú séð hana, en þessi var, hún er mjög fræg. Já, þú getur þetta Þórður. Þú er stór og klástrákur. Góður matur styttir lífið. Þú getur þetta ekki Þórður. Þú ert mjög heimskur maður. Þú ert virkilega heimskur, þú ert að gera það fíblið þetta. Hvað segirðu? Góður matur styttir lífið. Góður matur styttir lífið. Góður matur styttir lífið. Góður matur styttir lífið þitt. Nam nam nam. Nam nam nam. Ég veit ekki. The Menu. The Menu. Þú hefur þannig afsökuna, þetta var stórt ár fyrir þig, þannig að Þetta var, já, ekki mikið bíóár. Nei, ég bara verði ekki um það. En á þessu ári kom meðal annars myndir eins og Ababab, Barbarian, X, Pearl, Elvis, The Banshees of Inisherin og Triangle of Sadness. Ég er ekki búin svo eina. Ég held ég hafi bara ekki hort á eina mynd þetta ár. Kóta vann Óskarsverðlunin. Þú horfðu alla Óskarsverðlunin? Já. Fyrir myndir sem kom út ára áður, ég mæli með Kóta, æðismynd, og það er atriði í þeirri mynd sem að er líklegast það atriði sem að ég hef grátið mest yfir. Ef það er ekki númer 1 þá er það 2 af 3, það er bara ég fucking, og þeir sem að sé myndina vita nákvæmlega hvað atriði það er. Ég hef bara virkilega grátið yfir einni mynd. Já. Hef ég sagt þeirra? Beautiful Boy? Nei, hvað? Giskaði. Býttu nú við. Það er bara ein mynd sem að ég sko Þú hefur sagt mér þetta sko. Hakan og allt. Já, þú hefur sagt mér þetta, býttu nú við. Alveg sko bara full blast. Nýlega mynd eða eldri mynd? Þetta er nokkur ár núna sko. Býttu nú við. Og þetta er alvöru, þú alvöru fast, þetta var ekki, Ég bara grét. Ég man ekki. Og var virkilega reyna ekki. Þú hefur sagt mér þetta sko. Þetta var Nú veit ég hvernig þér líður í. Já, sko, þú hefði pottit ekki grátið yfir Serbind. Já, Marley and me. Já, af því þú hatar dýr. Ég hata ekki dýr. Og ef sýstir mín að hlusta sem á hund, ég hata ekki dýr þetta, en þú hefur sagt mér þetta. Þú ert alltaf að tala því lítið bara hund. Nei, ég sjálfsög ekki. Guffi. Sjárátt og Guffa. Sjárátt og Guffa. Já, þú ert að hlusta. Voff. Kannski að segja eitthvað sjúklega rasist. Nei, já, Marley and me, djöfnli grenja. Já, ég trúi, hef ég síðan? Ég hef ekki síðan haldi. Ég veit að það er Owen Wilson og Jennifer Aniston. Það er þetta og það er eitt YouTube-myndband sem að nær með alltaf. Ég held að ef ég þurfti að undirbúmi fyrir eitthvað svona atri í bíómynd það sé þetta grenja. Ég ætla að setja eitt YouTube-vídeó á. Það er þegar svona gamall api er að deyja. Já, þú veist það. Já. Og svo sér mannin sem sá sig þegar hún var barn eða hún var að deyja og brosir, hún var búin að missa allar tennunar. Þetta nær mér alltaf. Þetta er svipa og ekki það, ég fór ekki að gráta en þetta hefur ekki séð myndbandið af ljóninu sem að
það voru 2 gaurar eða eitthvað sem óluð upp og svo settið aftur og svo komið nokkur ára setna og það þekkti það kom alveg bara eins og svo á það nei, það alltaf bara eitthvað með einhver dýr það næ mér ég mannsat eftir, þú varst kráti nær, talandi dýr við sátum vorum að horfa eða þú veist, vorum ekki að horfa, það var Nova TV var að gangi eða eitthvað og það kom tónlistavinnbandi fyrir Happier með Marshmello og Pompey það sem að allt myndbandi bara saga af stelpu sem fær hund og svo fylgjast með henni bara eiga hundir og svo í lokin þarf að lóa hundinu eða eitthvað, þú bara hvað er þetta bara að sé hvað gera mér þetta ég er bara lítið við hvað blóð já, sérst að það kemur á svona dýrum og hundum og árið 2023 sigraði sérst fyrir myndi sem komu út 2002 Everything Everywhere All at Once stór sigur, vann alveg bara marga Óskara og tilnæmt til yfir myndir eins og Top Gun Maverick Avatar 2, Tar og Women Talking sem hryllismyndi þínum erum af öllum þessum myndir sem ég held ég hafa bara séð Avatar 2 já, ok, ekki Top Gun nei, ekki okay. Ég þarf að skrifa þetta já þetta eru 15 myndir sem ég þarf að horfa bara í kvöld ég veit ekki hvað þetta að byrja með sko ekki Marley and Me ég ætla að segja Bob Marley and Me þú var láta lóa Bob Marley og þú eitthvað svona þú tekur og þú eitthvað svona don't worry, be happy og hann eitthvað, það ekki lag eftir mig það fyrir ekki, vindi að lögreglunni í Reykjavík tónlist 2022 við skulum byrja því bara að tala það eða nefna það allavega að Dísela Lárusdóttir vann Grammy verðlaun það gerir aðri betur nákvæmlega það bara mjög fáir, það hún og svo náttúrulega Laufey senna, en þú veist, Björk hefur örgla en annars þá bara, eða hefur Björk henni Grammy, ég veit ekki jú, ég hefði haldið, en það oft ég meina, þú veist, árið 2003 hver vann fyrir Best New Artist var það 50 Cent sem átti augljóslega nei, það var Evanescence sem ég hef ekkert mótið en bara 50 Cent var eini nýja artistin árið 2003 þú veist, það var bara sko, nú ég vinna sem guide og ég man að einn af yfirmönnum var að þú veist hvað maður getur talað þegar maður er að fara eitthvað skilur hann sagði það, ég er nú ekki búin að fact-checka þetta en hann sagði að bara í Mosó búa sko, það var eitthvað 3 eða 4 Grammy verðlaunahafar já, ok og það var bara eitthvað, þú veist, þetta er náttúrulega geggja fakt þetta er mjög þessi litli bæðir hérna 4 sem hafa vunnið Grammy búa hér nefndi hann hverja eða var það ekki, sko nei, eða þú veist, jú, ég manna bara hvar býr Damon Albarn, býr hann tækla í Mosel já, var það ekki, og hann má potið hérna já, svona býr Mosel sveit eða eitthvað, þú veist já, er ekki ykkur Ólafur ég mann ekki jú, Ólafur Arnalds ég veit ekki en allan hann sagði það búa allir í Mosó ef þetta er rétt, það er geggjað já, Mosó náttúrulega þeir hafa gefið af sér ansið marga flotta tónlistamenn sko Mosó eins og mér kalla það pizza bæ Mosó það sem bánu dagur lög sem voru vinsæl á þessu ári 2022 Heatwaves That's the only thing about is you Late night in the middle of June sem ennþá bara á eins og TikTok bara herðu, þinn maður Harry Styles As It Was ég fór svo tónleika með þú fórst að tónleika í Ítalíu einmitt, var það ekki? já, þú veist svo segir Kristín hann kann reybrennandi ítölsku Harry Styles? já, ok Harini? hann byrjaði bara að tala á ítölsku og það var mjög impressed sko. og það var ekki bara eitthvað eitt hann bara talaði smá tíma á ítölsku og gaf hann einhver ástæðu fyrir það? á ítölsku, já, ég skildi það ekki Easy on Me með Adele kom þannig með fyrstu plötu í hvað var það, 5 ár Cold Heart, Pná remix þú þekkir ekki, þú kannast ekki við titilin þetta er Elton John og Dua Lipa með Rocket Man og þú veist svona eitthvað svona mashup
About Damn Time, It's About Damn Time, Lizzo. Já. Ég ætla að fara á reyta að dansa Ekki lengur feit Hosabeg. Og svo talandi lög sem eru talandi TikTok, þetta svona eitt af stærstu TikTok hitturum allar tíma. A, B, C, D, E, F, U, when you're gone. Já, náttúrulega allir að segja þetta hún var í svona industry plant Já, þetta byrja að segja mig eitthvað kommentið hvað ég var ég lagum Já. og þetta kom út frá komment á TikTok Þetta er dula fullt sko. Ég hef ekkert kynnt mér, ég hef enga, þú veist ég sátt eitthvað staðar En ég er samt ofta að sjá, það er verið að ásaka hinn og þess sem eru verið að industry plants og svo leitar maður þess og það er líka bara því það fólk, ég held að eins og með mörg orð, fólk í dag hefur ekki hugmynd hvað það þýðir. Þetta er bara eitthvað sem hún getur sagt. Já, þú veist, eitthvað bara, þú veist, einmitt, industry plant, og nú af hverju segir það, að þau voru stofnuð fyrir 5 árum og maður eitthvað, já, ok, þú veist, og það bara tókuð 5 ára mega, það er mjög, þú veist, hvað er það að tala? Kendrick Lamar gaf út meistaraverkið Mr. Morale and the Big Steppers og Drake gaf út 2 óbærilega leðilega plötur. Rest in peace, Drake. Pítu, þú í svo bífík, með hverjum heldur þú segja? Ég er algjörlega hlutlaus. Já, ég skil. Ég held bara með tónlistinni. Ég er bara að heyra góða tónlist. Og því miður, þá ég sagði, Rest in peace Drake, þannig að við fáum ekkert að heyra meira frá honum, en það er nú bara það. En á Íslandi, þá get ég sagt þér að á vinsældalistum, þá var Bríett með cover af Dýrði í döðaþögn. Það er svona ríkti á toppnum. Ok, mér fannst það vera nýra eða þú veist Já, einmitt það, já. Síðan það kom út. Það er alltaf, já, svona partið því, en jú, það var hann 2002. Ástin heldur vöku með Júli Heiðari, það er líka mjög vinsælt, 4. vinsælasta lag landsins held ég á þeim tíma. Mér finnst það að mitt vera frekar nýlegt líka það er frekar nýlegt allt eftir COVID rennur í eitt það er bara, þú veist já, ég ætla að segja Will Smith var að hlusta ástildi vöku það gerði saman Kíló gaf út lagi Crack Baby 2002 og Þórhallur Þórðarsson gaf út lagið Allir fá klamydíu Allir fá klamydíu hvenær kom full bólusettur út? Árnaður 2021 þá gefur út full bólusettur virkilega skemmtileg og jólalagið þannig að þegar við tökum 21 þá erum við in for a treat ákamlega og svo get ég mælt með að raftónlistarmaðurinn Albert gaf út plötuna Albert, það er frábær plata bara ef þið viljið eða eitthvað svona já, ok, tjekka því Herðu, það er kategória sem einu sinna farið, hún er fljót en við höfum einu sinna farið hann áður og það er kategórian uppistand já Þórhallur Þórðarsson hélt sýninguna Tótó á Tjörninni í Tjarnabíó og ég Þórhallur að vísu og það var frábær sýning, ég mætti hana í Tjarnabíó sem að þú síðan tókst aftur árið seinna eða eitthvað sliðis í Sigursalnum og tókst upp gerði special sem hægt er að finna á YouTube bara YouTube að Þórhallur uppistand já, einu 20 ára uppistandsammali já en annars kom út nokkrir spesialar Ali Wong gaf út Don Wong Jeff Foxworthy, þinn maður ég elskaði Blue Collar Comedy þannig að mér langar rosa mikið elska þetta og ég held ég hef ekki klárað það sko. En bara þetta var rosalega mikið náttúrulega hann er bara old school já. Og þetta voru rosalega old school já, hann að gera grína tengda mömmu sinni og eitthvað bara svona fyrir sjáanlegi brandara en þú veist bara svona bara gott já. Ekkert að því þetta er bara hans já, og rosa mikið eitthvað bara svona krakkar í dag að fá participation trophy já, ok Jared Carmichael gaf út Rothaniel það sem að koma út úr skápnum var mjög stórt ég ætla að nefna Caleb Synan sem að ég er mikil aðdáðandi er ekki frægur mikið, hann gaf út special sem heit 30 á Comedy Central sem ég mæli með við höfum hort að klippa, hann kom í Conan O'Brien 2016, hann er mjög David Spade gaf út Nothing Personal Cat Williams gaf út World War 3 Norm Macdonald, rest in peace gaf út loka specialin sem að fyrir þá sem hann ekki séð skiptir í 2 hluta, fyrir hluti er hann að fara með specialin sem hann var búin að undirbúa í bara webcam vegna þess að hann var bara orðin það veikur að krabba meina hann gæti ekki, þetta var bara stutt á hann dó hann kemst upp með það hann kemst einmitt hver annar engin hlátur, eða þú veist, engin áhorfendur
og hérna bara, já, virkilega og svo seinni helmingurinn vinir hans, þú veist, það Dave Chappelle og hérna einhverju svona að spjalla hann, Adam Sandler og eitthvað svona spjalla og enginn af þeim vissi, hann væri að púst, hún var ekki að bara, já, það var bara nánusti. Jane Fonda og Lily Tomlin gáði Ladies Night. Já. Ég verð bara að segja, ég tók þetta bara með vegna þess að Lily Tomlin ég myndi segja einn af top 5 ef ekki top 3 uppáhaldsbröndurum mínum sem ég veit ekki hvort það sé sko, hún sagði þetta í viðtali, ég veit ekki hvort það sé úr akturinn eða eitthvað hún var að gera, minna þetta að vera svona hana autocorrect dæmið og hún með Jane Fonda eða eitthvað og þá var svona spurt when was Lily Tomlin born eða eitthvað og hún segir ég er alltaf alls, þetta svo finnir þegar hún segir þetta þetta mjög stutt, hún segir hérna I was born on September 1st, 1939, the day that Germany invaded Poland. I didn't know it at the time. Og ég veit ekki ákveð, ég hugsa þetta daglega vegna sem bara í hvers skipti sem bara einhver nefnir seinni heimsstyrjöldina og kannski ég hafði það bara hugsaði fyrir að þetta I didn't know it at the time. Hún alltaf legend bara. Algjör legend. Legend í leiknum. Dave Chappelle, þinn maður, gaf út What's in a Name. Manstu eftir hvað það special eða þú veist? Það var svolítið svona trans sem að ég aðdáandi hans en please hættu þið. Já, það þú veist, sumir. Þú veist, ekki bara þegar má ekki. Nei, bara. En bara ótrúlega lazy, að því að 3 eða 4 specialir í röð. Já. Voru bara eitthvað svona, já, bara lazy. Talandi svipað, kringin sem ég elska, en svona, please hættu ákveðum bröndurum, Bill Burr gaf út Live at Red Rocks sem frábærslega alltaf, en bara ég hef elskað Bill Burr sko, áður hann var fræg ég hef elskað hann frá, ég horfði á Comedy Central special hans frá, þú veist, early 2000s bara því ég var í Áttunabekk eitthvað ég sagt þér þetta þegar hann byrjaði með podcastið sitt þá var ég að hlusta og ég var að senda við vorum að spjalla á MySpace saman og eitthvað og ég elskað, en málið það að síðan þá og allan tíma, þá hefur hann verið að segja í hverjum einasta special æðislega specialar, en það alltaf brandar fyrstulega hvað hann hattar konur, þú veist sem enn og aftur, ekki að þú mátt ekki heldur bara, come on, þú veist gef mér eitt special þú er búin með þetta og svo líka hvað, það ómikið fólk á jörðinni þannig að við þurfum að drepa fullt af fólki fyndi fyrstu 5 specialina, skilur en bara, can we please Nikki Glaser gátt Good Clean Filth og þessi ekki þess frægur en bara respekt á mannin Robert Kelly gaf út Killbox sem ég séð og mjög fyndin en hann náttúrulega bara svona legend í leiknum hann mjög góður Herðu Nikki Glaser, já, hún líka hún að gera góða hluti í dag Við skulum dempa ljósin dempa stemninguna því það komað að dánafregnum 2002 7. janúar Sidney Poitier bandarskuleikari 9. janúar Bob Saget það var mikið, það kom, hann var ekki hafði ekki verið veikur, svo hann viss og svo fólk vissi, þannig að það kom eins og með 3 ára hauskulofti, það var bara 20. janúar Meatloaf 23. mars Guðrún Helgadóttir íslensku rithöfundur og stórmálakona skrifaði meðal annars Sitji Guðs englar saman hringsænginu minnibækunar sem að ég var mikil aðdandi sem krakki 20. mars, þetta var stórt Taylor Hawkins, trommarinn í Foo Fighters það var mikið og ég mannst ekki, horfður á tónleikana sem voru 2 mánuð setna eitthvað það sem að til heiðurs hann svona alveg rosalegir þinn maður 12. apríl Gilbert Gottfried og það var líka einmitt bara kom pínu þetta var svolítið svona þetta var rosalegt ár grínasta og grínasta og svona stórun þetta var pínu sem 2016 2016 var bara halvt Hollywood dó bara einmitt 7. júli James Caan 8. ágúst Olivia Newton-John 8. september Elizabeth önnur Bretadrottning, það var náttúrulega stórt 28. október Jerry Lee Lewis Lady wow hefur séð myndbandið af þegar Jim Carrey hitti Jerry Lee Lewis? Ekki svo í muni var það eitthvað svona Johnny Carson eða eitthvað svona nei, þetta var eitthvað heima hjá Jerry Lewis og hún mjög gammal sko, þetta var bara rétt á hann deyrið eitthvað sko og Jim Carrey kemur eitthvað til hann og Jerry Lewis svona
ert þú ekki hann eitthvað, you're the guy that fucked my mom Já, og sko hann sjokkaði svo mikið sko hann bila svo látur í bara svona eldgamla kall þetta var mjög fyndið og 31. desember Benedikt 16. páfi. það svoleiðis. Herðu, við erum á tímavarp@gmail.com endilega senda okkur tillögur og sögur og alls konar. Þú ert á TikTok, Já, Þórhallur 83, mikið rétt. ég er Siggi Tóni á TikTok, ég heiti Tóni, Ég heiti Þórhallur. Guð bless ykkur og við heyrumst í næstu viku.